Komið sæl og velkomin í enska málfræði með Ödda. Nú það einföld og samsett þátíð. Á þessum tveimur tíðum í fyrsta lagi munur á merkingu. Einföld þátíð eða past simple notuð til að tala eitthvað sem var gert og lauk í fortíðinni eða til að tala eitthvað sem gerðist oft eða reglulega í fortíðinni. Dæmi þetta sjáum við á þessari ungu konu á ströndinni. I visited Brazil last year. Þetta var eitthvað sem gerðist og búið einhvern tíðan í fortíðinni. Samsett þátíð eða past continuous notuð til að lýsa einhverju sem var ekki lokið og var viðvarandi í einhver tíma í fortíðinni, sem sagt náði yfir ákveðið tímabil. Maðurinn í bílnum á tala við lögregluþjóninn notar einmitt þessa tíð, but I wasn't texting, sir. I was surfing the net. Þetta var eitthvað sem náði yfir ákveðið tímabil. Einföld þátíð sagna myndast bæði á reglulegan hátt og óreglulegan hátt. Reglulegar sagnir í þátíð myndast með því að ed bætt við nafnafn sagnarinnar. Dæmi, to talk, talked, bætist ed fyrir aftan. Rain, rained, bætist ed fyrir aftan. Í sumum tilvikum bæta reglulegar sagnir við sig bara d-inu eða ed í þátíð. Þetta á við þegar sögnin endar á í nafnætti eins og realize, þá kemur bara d, það verður engin ástæða til að setja annað þarna á milli. Og sagnir sem enda á upsilon sem borið fram sem eins og study, þá breytist upsilonið í einfalt og svo kemur ed, þannig að þá kemur ed á study. Óreglulegar sagnir mynda þátíð á mismunandi vegu og það að þær séu óreglulegar, þá engin ákveðin regla á því hvernig þær mynda þátíð. En þær hægt að sjá á töflu sem að finna á blaðsíðu 141 í lesbók Spotlight 10. Þannig endilega kíkið yfir það og þær þarf maður eiginlega að læra utan að. Til að mynda samsetta þátíð þá notum við hjálparsögnina to be í þátíð, þannig að það annarkvort was eða were. Aðalsögnin kemur síðan á eftir hjálparsögninni með eng endingunni. Dæmi, was texting, were surfing. Á þessari mynd sjáum við einmitt mjög vel munin af þessum tveimur tíðum. Fyrst kemur samsetta þátíðin, they were watching TV when the bell rang. The bell rang í einfaldri þátíð, þannig að við sjáum að were watching var eitthvað sem var að gerast áður en eitthvað annað gerðist. En bæði þetta í þátíð. Takk kærlega fyrir að fylgjast með. Þangað til næst.